Ég heiti Viðar og kenni stærðfræði við Flensborg og ætla að sýna þér hvernig bankarnir fara að því að reikna vexti ef að tímabilin eru styttri heldur en heil ár. Þá er notað að það eru 30 dagar í hverju mánuði, meiri segja febrúar og þess vegna í maí líka, og að það eru 360 dagar í árinu, þó að þú veitir svo sem að það er 365 og stundum 366. En formúlan verður sem sagt þessi að vaxta upphæðin, hún er vaxtaprósentan sem er í bankanum, deilt með 100, sinnum höfuðstóllinn, og það er bara upphæðin sem þú lagðir inn í bankan, sinnum bankadagarnir og deilt með bankadögunum í ári 360. Og svo upphæð sem þú lagðir inn upphaflega, hún er kölluð hérna H. Og þá er hægt að setja þetta á styttri veg að vextinni vaff er saman sem prósentan P deilt með 100 sinnum höfuðstóllinn H sinnum dagarnir D deilt með 360. Og við skulum reikna hérna hvað þú færð mikla vexti af því að leggja 850 krónur inn á bankareikning sem að hefur 5,5% ársvexti og tímabilið er 20. janúar til 20. mars. Þá eru bankadagarnir, við ætlum skrifa það hérna, að hér er það sem við ætlum að reikna út, það er vaxta upphæðin. En bankadagarnir, eftir 20. janúar, þá eru 10 dagar eftir af janúar og það eru 30 dagar sem að reiknast hérna í febrúar og þá er komið að mars, það eru 20 dagar í mars og þetta eru samtals 60 dagar. Þá setjum við 60 hérna inn í formúluna og reiknum út að vaxta upphæðin, hún er prósentan 5,5 deilt með 100 sinnum höfuðstóllinn 850 krónur og sinnum dagarnir sem að upphæðin er inn í bankanum 60 deilt með 360 og út úr þessu kemur þá vaxta upphæðin 7,79 og þetta eru bara krónur. Það var nú ekki miklir vextir, enda lítil upphæð og stuttur tími. Við skulum kíkja hérna á annað dæmi þar sem að við eigum að reikna hversu há er vaxtaprósentan. Það þýðir að verkefnið okkar er að finna út hvað er gildið á P. Og við skulum byrja á því að reikna bankadagana og við höfum hérna frá 12. febrúar, þá eru eftir 18 dagar af febrúar, það eru 30 dagar í mars, 30 dagar í apríl og síðan 25 dagar í maí og þetta eru samtals, þetta ætti að vera 8, já, þetta ekki 83 dagar, nei, þetta eru 103 dagar. 103 dagar. Nú setjum við þetta hérna inn í formúluna. Við vitum að við fengum 123 krónur í vexti. Við vitum ekki hver er vaxtaprósentan, þannig að við segjum bara P er óþekkt og deilum með 100 upp í það. Við lögðum inn 11.000 krónur í þessum höfuðstól og við geymdum þetta í 103 daga og það er samkvæmt formúlina á deila með 360. Þegar við einföldum þetta, þá fáum við að 123 krónurnar sem eru vaxta upphæðin er jafnt og P sinnum, nú skulum bara margfalda allar þessar tölur saman, 11.000 deilt með 100 sinnum 103 deilt með 360
og útkoman úr því er 31,47. Nú eigum við að einangra P-ið, svo það þýðir að við þurfum að losna við þessa hérna 31,47. Deilum bara báðum megin með 31,47. Þetta eru bara jafna eins og við erum búin að læra og það þýðir að þessar hérna tölur styttast út og eftir stendur að P-ið er 123 krónur og deilt með þessum 31,47 og vaxtaprósentan verður þá 3,9 og þetta eru prósentur. Skulum kíkja á annað dæmið. Hér vitum við ekki upphæðina en við vitum alla aðrar upplýsingar. Við notum hérna okkar góðu gömlu bankaformúlu og byrjum á því að reikna bankadagana. Og þetta gengur frá 10. júní, þannig að þá eru eftir 20 dagar af júní og það er 30 dagar í júlí, 30 dagar í ágúst, 30 dagar í september og svo upp í 20. október, það eru þá 20 dagar í október og út úr þessu fáum við 130 daga. Setjum nú inn í formúlun okkar. Vaxta upphæðina þekkjum við 4.320 krónu. Prósentuna þekkjum við 8,3. Deilum með 100 upp í hana. Höfuðstólinn þekkjum við ekki. Háið okkar er sem sagt óþekkt og heldur áfram að vera bara há hérna. Dagarnir 130 og við deilum með 360. Nú skulum við einfalda þessa jöfnu. 4.321 króna heldur áfram að vera hérna vinstra megin, en ef við tökum allar tölurnar saman við hliðin á háinu þá sjáum við þetta 8,3 deilt með 100 sinnum 130 deilt með 360 og útkoman úr því verður 0,02997 og háið er hérna í margfeldi og til þess að losna við töluna við hliðina á háinu þá deilum við bara báðum megin með þessari tölu 0,02997 og ef við deilum öðrum megin þá deilum við náttúrulega hinum megin líka, af því þetta er jú jafna. Það þýðir að þessi upphæð styttist út hérna, þessi 0,02997 og eftir stendur að 4.321 er deilt með 0,02997 og útkoman úr því er sama sem 144.167 og þetta eru krónurnar. Þetta verður okkar lokasvar hér. Og að lokum skulum við reikna út dagafjölda. Þegar við höfum allar aðrar upplýsingar gefnar, okkar bankaformúla er hér, við vitum vextina, en eina sem við ekki vitum eru óþekktir. Setjum nú inn í þetta tölurnar. Vextirnir voru 25.670 og prósentan er þekkt 7,1. Deilum upp í það með 100. Höfuðstóllinn er líka þekktur 543.210 en dagarnir eru óþekktir en við deilum með 360 upp í það. Þetta skulum við nú einfalda og segja að vaxta upphæðin hún heldur áfram að vera til 25.670 og
þegar við margföldum saman hérna tölurnar 7,1 og deilt með 100 sinnum 543.210 og deilt með 360, þá fáum við út úr þessu að þetta eru 107,3 sinnum d og dagarnir eru sem sagt óþekktir. Við ætlum að einangra d-ið svo við deilum báðum megin með 107,3 og upphæðin 25.670 deilt með 107,3. Hún gefur okkur dagafjöldan þegar við erum búin að stytta hérna út töluna 107,3 á móti 107,3 og útkoman er 239,6 dagar. Já, ég má segja það bil 240 dagar. Já. En nú kanntu líka nógu mikið til þess að reikna æfingadæmi sem fylgja í Word-skjalinu á námsnetinu og svo er tímaverkefni úr þessari spegluðu kennslu á áætlun á næstunni.